í Dalvíkurskjálftanum. Já. Og þannig að það, Sveinbjörn tók þessa mynd, man ég, og hann lét stækka hann og gerði. Þess að þarna ert þú 6 ára? Já, sko, ég er ekki klár, þetta er Jón, Ingólfur, eitthvað, hérna, pabbi er hérna, með einhver, annarkot ég eða Siggi við liðin án og þetta, Jón bróður sést hérna. Já. Sem við fættum, Jón er fætt 21. Já. Siggi 23 og ég 29. Og þetta er, held ég, annarkot þegar að búið að raflýsa á Þórðarstöðum sem var 33, Vatnsaflsvirkjun. Já. Sem að Sveinbjörn þá, hann var nú alltaf að koma og stjórna þessum. Já, hann er náttúrulega svo mikill aksjónkall, hann er svo framkvæmda maður. Já, það var hans, sá þetta allt saman, þau myndum rafstöð og teiknaði þetta sem byggingu. Afi byggði þetta 1913 til 14. Já. En hvað sér, hvenær komu þau til Ólafsfjarðar? Afiðin og amma? 1903. Já. Þau koma 1903. Og hvað sér komu það langt að og hvað sér voru það að flytja til Ólafsfjarðar? Hvað sér voru það að flytja til Ólafsfjarðar, já. Var svo búsældanlegt hér? Þá vantaði alltaf í jarðnæði. Já. Hann, afi, var frá Hnjúki í Skíðadal. Og hann var fór sem ungum maður eða líkur til Akureyrar og lærði smíðar. Smíðar var hann heldur bara að kalla þá. Já. Og svo fór hann að búa og fékk hlut af jörðinni, Hnjúki, byggði þar eitthvað lítið hús, timburhús sem þau bjuggu þá í og þar fæddist þeir, Sveinbjörn og pabbi og Ágúst líklega, Gunnlaugur ekki Ágúst. Já. Síðan segir sagan að samkomulag þeirra feðga hafi ekki verið mjög gott. Nei. Þar að segja Þórður sem bjó Hnjúki. Já. Við Sonsson. Já, það var eitthvað svona. Þeim kom ekki alveg nógu vel saman, segir sagan. Já, en allavega þau flytja. Þau flytja, já. Og komu sér fyrir í Ólafsfjörð og velja sér þennan stað og byggja upp Þóroddsstaði. Já, ég kaupa Þóroddsstaði þá. Já. Og Sveinbjörn segir hér frá hvernig húsakynnin voru, ég get ekki verið að þylja það upp fyrir. Nei. Er það? Nema bara, já, þau voru mjög, það var allt ónýtt, eldgamall bara. Já. Og hann tekur til hendinni og vantar að strákarnir hjálpa til, ungir menn? Já, sjálfsögðu. Já, það var nú, það hafði vinnufólk og allt mögulegt. Hvað heldur þetta hafi verið stórt eða mannmargt á Þórðarstöðum svona kringum 30? Sem í heimili og annað fólk heldur það hafi verið meira 20 manns? Já, alltaf verið það. Það segir nú einhverstað það. Já. Man það ekki. En hvað ætluðu svo sinnirnir að gera? Lá fyrir hvað ekki gátu allir verið bændur á sama blettinum? Nei. Gamla sagan. Það held ég of mikið mál að fara til hvað það var alltaf að gera. Já. Sveinbjörn nefðist náttúrulega strax til smíða og fór til Noregs og lærði smíða, húsasmíða eða hvað hann kallað þá. Hann vildi byggja hús og teikna. Já. Og hann byrjaði mjög snemma ungur og hann byggði ungur, ekki kannski beint unglingur, mjög ungur, eitt hús í Ólafsfirði sem hét Leyningur. Já, maður þekki það nafn vel.
Er það ekki? Jú. En þú manst ekki eftir húsinu? Nei, ég bara nafninu. Þóka kann að segja þér að sögu að því. Já. Að, Svo er hann á Akureyri. svo því Davíð náttúrulega, já, hann myndi fara að byggja fjós og hlöðu. Já. Og Sveinbjörn er þá búinn að vera í Noregi og hann teiknar þessa byggingu Já. sem er eina bygging sem tilhör landinu og ég var nú búinn að, og við Þórir var nú, en hann tók nú einn viðtal sem átt að birtast hjá honum Hannesi. Já. Tölum mikið um þessa byggingu. Já. En Hannes hefur ekki komið því út. Nei. Þú ert að kenna nokkuð tíma, það veit ég ekki. Segðu mér aðeins frá þessari byggingu. Hvað gerir hana sérstaka? Það er náttúrulega þetta byggingalag, Já. byggt 1924 til 6 held ég að það hafi verið, Já. 4 til 5, eitthvað svoleiðis, cirka. Já. Hérna var fjós og hérna var hlaða, svo var hesthús hér, þvottahús hér og svo var hér loft yfir fjósinu. Hlaðan var í helmingnum og náði alveg upp úr, en svo var loft hérna yfir og þar hafði afi til að byrja með smíða aðstöðu sína sem Sveinbjörn kallar á það. Já. Og þetta er 23 steinsteypt, það var áburðarkjallari eða haughús eða hvað við kallum honum, undir fjósinu. Þetta er allt hlaðið úr steini, Já. bogasteinum. Stafnarnir á Ersteini sem var Sveinbjörn fann upp og steypa og var marghús hér byggð úr þeim steini meðal hans þetta. Já. Já, Þetta já. hefur nú verið mjög vegilegt hús. Og svo einangra með hraðið torfi eða hvað á að kalla það, jarðvegi, utan á húsið. Já. Það var einangrunin. Já. Já. Og já, og ég sagði nú, held ég við Þórir, hann spurði í jarðskjálftanum, Dalvíkurskjálftanum, Já. þá munaði engar stafnin hérna á þessu norðurstafnin þær úr, það sá alveg í gegn, mann ég. Eða jú, ég man eftir því. Já. En ég minnist þess ekki hafi séð neitt á þessari byggingu. Nú já. Hún þoldi þetta alveg. Það hefur verið vel byggt. Já, við skulum segja það, hvað um það. En þetta var örugglega engin svona bygging til á landinu eða. Nei. Svo þegar að brann á Þórstöðum, Stefáni mínum, Já. þá var þetta brotið bara niður og íbúðarhúsi byggt á Svöklinum. Já. Og haughúsi stendur undir núverandi íbúðarhúsi og Já, það er bara merkilegu punktur að nýja íbúðarhúsið skuli vera þar. já, Já. það er bara svoleiðis. Já. Já. En Sveinbjörn, sko, er hann svona fyrstur til þess að fara heiman? Já, hann er elstur. Já. Og íleitist eitthvað á Akureyri líka? Já, hann var á Akureyri Já. og fer svo suður og stofnar Já. smiðjuna Já. og Rafa. Nú. Kannastu við Rafa Já, eldavélar? Ég kannast vel við nafnið, já, tengi það við. Stofnaði hann það? Já, Rafa í Hafnarfirði. Já. En við ekki gleyma því að hann teiknaði hús á Akureyri áfram fór suður. Við skulum nefna Kea-húsið stóra. Já, Og ég held í fram að hann hefði teiknað það sem við kallum minjasöfnin í dag. já, það getur vel verið og svo þannig að sveitabæinn Knarraberg. Já. Og svo fer hann suður. Já. Já. Þannig að en hinir bræðurnir tveir, Pabbi, Ágúst og Þórður. Ágúst, hann er yngstur. Já. Pabbi er við með honum í búskapnum. Já. Og pabbi fór ekkert hann fór á eitthvað
námskeið fyrir Borgarfjörð hjá Halldóri Vilhjálms sem var skólastjóri á Hvanneyraskóla. Já. Hann bara sumarvinna held ég. Og þar kynntist hann mömmu sem kom frá Hvallátrum í Breiðafirði. Já. Og þá liggur leiðin aftur norður. Já, og hún kemur til hans 1920. Já. Norður í Þorrastaði. Já. Gunnlaugur, sem var þriðji, Já. hann lærði járnsmíði, vélsmíði, stofnaði vélsmiðina Odda með Jóni Þorsteinsyni. Já, sem ég á að kannast við. Já, þú átt að kannast við. Bróðir Langafa. Já. Já, og Halldóru Þorsteins. Já. Þeir ákvað saman vélsmiðina Odda. Já. Og svo flutti hann á suður og já, vann við sína iðn. Ágúst lærði líka húsasmíði og þú kannski... Miklu völundar þessir menn. Þeir byggðu fyrst, ég held að afi, hann flutti til Akureyrar, kom svo aftur og þá byggðu þeir Sólheima hérna. Og síðan byggði Ágúst Tjörn handa sér og bjóð þar þannig að flutti. Það nú ekkert smáræðis hús. Það bara heilmikið. Er það ekki byggt bara það veit sem þú ert að fæðast? Jú, nú ætli það ekki. Öðru hvoran yfir 30 minnst. Já, ég held kannski upp úr 30. Já. Og hann var með trésmíðaverkstæði þarna? Það var trésmíðaverkstæði, já. Niðri. Já. Og afi Jón og Sigurður áttu íbúð þarna á annarri hæðinni. Já. Í endanum þar. Það var eldhús og Sennenbergi og stóð eitthvað svoleiðis. Já. Og afi vann við múrverk og hann var við múrverk og timbur og allt mögulegt. Þangað til hann deyr 1940. En það mikið langlífi í þessari fjölskyldu. Þið verðið næstu 100 ára. Já. Að minnsta kosti. Ágúst, afi var það ekki gaman. Hann veiktist það var kallað þvagteppa. Var skorinn upp Akureyrar og dó. Þarna. En jú, Ágúst, allavega Sveinbjörn var 90 og eitthvað ára. Pabbi líka yfir 90. Og Ágúst var að nálgast 100. Hann fór til Akureyrar. Hann fór fyrst til Reykjavíkur og svo aftur til Akureyrar. Og byggði þar íbúðarhús og verkstað og rakaði verkstæði í nokkur ár. Já. Er ekki dóttir hans, sem sagt, Magga Leir? Er ekki dóttir hans Margrét Leirlistakona? Jú, hann er afinnar. Hann er afinnar fyrir ekki, hann er afinnar. Já, hann Geir Ágústsson. Ég hljóp hana yfir einn. Já, hljópst yfir einn, já. Já, hún byggir sér sumarbústað ekkert langt frá Þóroddstöðum. Nei, Ágúst fær blett úr jörðinni Þóroddsstaðir og byggir þar sumarbústað. Það er Ágúst sem byggir sumarbústað. Já, svoleiðis. Já. Ég man ekki endilega áreina. Nei, en Magga hefur þar eitthvað athvarf í dag. Já. Og Halldóra, dóttir hans líka. Ég man að hún sé að fæðast eftir að hann eignaðist þennan sumarbústað. Hvaða ár hún er fædd, man ég ekki. Það er eitthvað kringu 60? Nei, hún er Halldóra. Halldóra. Og Fanney Hauksdóttir teiknari. Kannastu við hana?
hún teiknaði viðbyggingu hérna í kirkjuna og fleira. Já. Hún sem sagt dóttir Halldór. Ágúst afi hennar líka. Já, ég vissi að vera eitthvað tengdar hendur. Magga og Fanny, sko. Harald Hauks, maður hennar og Fanny Hauks. Sko, ef afiðinn deyr svona þú ert 10-11 ára gamall og þá var mikið að gerast í Ólafsfirði, þar að segja Ólafsfjörður kaupstaður. Ólafsfjörður bara kauptún. Kauptún til að byrja með. Já. En slítur sig frá Eyjafirði. Tókstu eftir þessari umræðu sem þá var eins og með höfnina? Sjálfsögðu mann ég eftir því. Já, þú heyrt þetta. Já, ég náttúrulega orðin stúrtungur þá. Já. Sko, hvenær þetta var Ólafsfjarðarhreppur veit ég ekki. En Sveinbjörn segir frá þegar þau fluttu í Ólafsfjörð, Þorrastaði. Já. Þá var þetta gamall torpaður og 3 bustir að framan. Það var sjálfsagt eins og var í gamla dag. Syðsta bustin hafi verið þinghús Þorrastaðarhrepps. Já. Þá talar hann það. Það er 1903. Mér finnst alltaf verið að tala um Þorstað. Já, þá var það Þorstaðarhreppur. Já. En hvenær það skipti yfir í Ólafsfjarðarhrepp, það veit ég ekki. Nei. En hann segir, lýsa þessum byggingum, hvað þær hafa verið allar ömurlegar. Þetta þinghús hafi nú verið að mestu þyljað innan. Já. Lofthæð, eins mér að hafi nú verið svona rétt að væri manngengt. Það hafi ekki verið margir komist fyrir þarna í þinghúsinu. Nei, og einhver skápurðar sem að reiknaði með að hefði verið fyrir skjalasafnaðarhreppsins eða eitthvað. Og einst þegar þau komu, þá var þar taðslaði. Sauðataðslaði til eldiviðar. Þannig að það var náttúrulega allt í niðurslu. Það hefur verið frumstætt með við nútíman. Já. Ertu að